Og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan, föstu daginn. Auður Blöndal heiti ég og í þvílíkum gír og hlakka til þáttarins. Og beint á móti mér sitja tveir kumpanar, annar massaður, hinn mjúkur, en báðir eru af mínu mati virkilega skemmtilegir. Ég ætla að byrja á Steinda Junior, Steinþór Hróar Steinþórsson, hvernig þú? Ég fittandi góður og ég fróandi fínn í dag. Vel gert, til í það. Sun is shining. Fínasta við erum búin að síðustu dag. Já. Þeir besti dagur sumarsins akkurat núna í gangi. Bara yndislegt og líka geggjaði gær og geggjaði vikunni. Þá ég góður, ég funkar eftir veðri. Þú hefur sagt okkur það áður, þú funkar eftir veðri. Það hárrétt. Ertu þá þegar rigningu eins og núna þegar veturinn kemur, ertu þá aðeins dabrari? Já, ég þungur. Og hálfleiður, þá ég heima. Áttu þungur á alla kanta? Já, eiginlega. Já, það erfið. Winter is coming. Já, þá það svolítið svoleiðis. Þá fær ég bara undir feld, fær mér kakó, smá stró úti og fer í dvala. Já, þú fer beint í stróði bara. Já, það svolítið. Já, það þannig, en við hliðin á henni situr Egill Einarsson. Egill, hvernig er þú? Ég bara aldrei verið betri held ég. Það gott að heyra. Og hvað er það sem gerir þið svona góðan? Við þurfum að fara að breyta þessu. Við þurfum að fara að finna nýja catchphrases í byrjun. Já, nýjar opnunarlínur. En hann spyr hvernig ég er, hvað ég að segja? Mér finnst alltaf svo gott, það kemur alltaf þetta hik. Ég hef aldrei verið betri. Þú hefur aldrei verið betri? Nei, ég er bara eins og nýr. Já, þú tverskur að sjá. Sumar er á búið, sumar er leið eins og korter. Eins og korter. Fljótið spáðið, það er að koma september bara í næstu viku, þriðjudaginn. Það verður komið sumar aftur eftir korter, en ég ætla að byrja sumarkortið mitt núna fyrir sumarið 2016. Sniðugt. Ég ætla að vera 1,5% í Nöttursvíkinni Þú ert ekkert smá sniður að hugsa fyrir svona. Já, ég er bara að hugsa fram með tíma núna. Hefur oft verið sagt við og sért sniður og gáðar? Nei. Síðan eins og jólin, þá ætla ég að vera að bera ofan á jólunum. Í jólabóði hjá mömmu. Akkur gerir ekki svona, ég meina, þú ert nú vanur að selja sjálfa. Akkur byrðir ekki til svona jólakalender með þér? Ég er bara að gera það, besta hugmynd ég ert. Ég veit ekki okkur ég er að kvita þann við. Fari í samkeppni við slökulið? Hvað, ég er bara eitthvað jólasveinabúning og bera ofan eitthvað reiður og horfa í þetta. Ég hef alltaf sagt það, eins og ég segi, akkur er ekki F95 blöð bara við allir með eitt dagatal. Við getum bara valið eitthvað gott málefni. Við erum líka með allt, sko, við tæklum allt. Þú veist, tæklum alla sköllóttu gæðar núti, við tæklum alla bollurnar núti og alla sterahausana. Já, ok, tæklum alla sköllóttu gæðarna, þannig að þú ert sköllóttur, þá finnst þér sköllóttur gæður sexy. Já, þið eru svona ekki bara svona svolítið pussy? Já, þetta er pussy. Þið blikki hvort annan út í búð. Þetta er svolítið svona, hei, þú bara missa hárið, ég líka. Ef hún myndi mæta Ómar Ragnarssoni, myndir ekki gefa honum eitt spaða? Hvernig er hæfa hjá okkur? Sláið þið ofn á hausinn? En svo er líka, þú veist, það er náttúrulega fullt af chubby chasers núti. Ég geti verið með mars og apríl og jafnvel desember. Ég geti verið með 3-4 mánuði þessi dagatali. Þú þarft að vera með 4 mánuði ef við erum 3. Þetta er ekki flókið stafla, með þess að ég get reiknað. Ég meina, ætlum við að splitta þessu alveg þannig? Já, viltu við séum saman á einhverjum myndunum? Já, 3 saman eitthvað. Við þurfum að velja gott málefni. Eigum að hendi í jólakalendar. Gott málefni, hvað með að þykja bara buttan okkar? Það er ekki nógu gott málefni. Það eru jólin, þetta er tími til að gefa. Maður á styrkjum jólin. En sko, að við séum slökkviliðsdagatalið, það er alltaf einn og einn spikfeitur. Og það er minnst svolítið skemmtilegt við slökkviliðsmennina. Sko, ég Þetta væri ekki skemmtilegt ef það væri bara ég og blöð. Ég hugsa, ég myndi fá með piercing í geirurnar. Já, fallegt. Það væri svona, myndi gera helling fyrir marga þetta úti, ég veit það. En ok, býtu, ef ég sem sagt að ná öllum sköllóttugörunum sem kaupa þetta, því að við erum víst að pussy og gefum fæð þegar við hittumst. Þú ert að ná öllum feitabólunum, það heyrist mér. Hverjum erst þú þá að ná? Ég er með sterahausana. Sterahausana, já, ok. En er þetta magna þeim á núti, sko. En erum við ekki að hugsa um þetta fyrir dömendar, eða erum við að gera þetta fyrir kallmenn? Ég frekar að hugsa að maður reyna að gera þetta fyrir stelpur. Ég var um að spáði þig líka. Það er alveg stelpur sem eru þungar og stelpur sem er sterahausar og það er líka til sköllóttar stelpur, þegar ekki? Það er til útusteraðar stelpur, ég veit ekki. Sköllóttar konur er alltaf kannski sjálfgerðri. Já, en þú talar um þetta, hefur þú hitt eitthvað með allan pakkan? Út úr styrra hans pikk feitan og sköllóttan? Kvennmann? Nei, kallmann eða bara hvað sem er. Já, svona 100 svoleiðis gæðar sem þetta hefur bara strax svona fljótu bræði. Akkur ferði ekki bara eins oftar á Kentucky og byrjar að dæla í þig blöð, þá getur þú bara verið svo gæ. Það er þvílíkt markmið. Ég segi, við gerum dagatalið, 80% af þeir eru gott málefni, langagböld til dæmis, 20% af þeir eru okkur félagana, við förum út að borða, förum í keilu, hellum í okkur, förum ykkur upp. Hvað, erum að vera einhver gulrót líka fyrir hérna... Já, það er ekki gulrót að styrkja gott málefni. Jó, en haldið það myndi seljast?
dagatalið. Ég held að myndi Við mókast getum þetta að gera könnun á Twitter í dag. Þetta myndi að seljast. Ég veit allavega, ég væri til í að vera starfsmæður í Samköp. Þetta er góð flipgjöf, þú ert að gefa viniðinum ykkur En er þetta ekki svolítið svona hlutverka og búningar? Byrjum bara að prenta, byrjum rólega, prentum ykkur 7-8 kveikindi. Ég væri til í að vera ég væri til að vera lagastarfsmæður, ég frekar svona þröngri flís og væri að beygja mig svona, myndi sjást svona smá í raskinn. En að taka flip, þú bara í engu á 4 í svínabásnum í Hússtæðargarðinum. Nei, ég er flottur. Ég er alveg flottur bara. Mér liði bara ákveðna vel bara. Mér liðast að hugmynd sem við heilt. Nei, veistu hvað ég heyrði það? Já, einmitt. Við erum konum með apríl. Já, nákvæmlega. Finnst þið líklegt að ég veri allspeð með svínunum í Hússtæðargarðinum? Þess að við bara fengjum það líka, þess að þeir myndi bara gefa græntljós og það er þetta garði. Aldrei, þeir myndi aldrei leiða okkur það. Ef við ætlum að selja 7-8 steindök, þá þurfum við svona flikkmyndir. Nei, við þurfum alls ekki svona flikkmyndir. En við setjum reglu fram að jólum þegar með að allir velja eina mynd af hverjum öðrum. Og ég og Egil þess að þá mátt þú setja einhverja mynd af mig sem ég verð að gera. Já, herru, ok. Ég og Ómar Ragnarsson að spúna eða eitthvað svona kjafta. Þegar þeir eru búin að velja mig, þar sem ég er með einhverjum svínum í Hússtæðargarðinum, allsber í stíu, svínastíu. Gleymdu þessu. Það er ekki mynd sem þú getur, ég get ekki látið þig gera eitthvað verra, sko. Nú, eins og hvað? Að spúna með Ómar Ragnarsson. Ég get spúna með Ómar Ragnarsson. Ég get farið heim til að setja þátt og tekið spúna með Ómar Ragnarsson. Býttu, hittum við á okkur að taug? Hitt okkur að taug, ég er bara... Er þetta eitthvað sem á að vera stríðað í gamla það? Nei, er ekki satt allt í lagi að vera bara með einhverjum öðrum dýrum þar ég að vera með stíu? Ég get alveg verið eitthvað svona sexy bóndi eða eitthvað, verið í hlöðinni með dýrónum. Þú hittur okkur að taug hérna. Já, ég veist það. En áskoðum þetta, við kannski endum inn einhverja könnun á Twitter, sjá okkur, fólk mötti kaupa þetta dagatal. En við erum með veistlandi í dag, það er Graðinn maðurinn, það er Giftast Sofa hjá Drepa, við erum með auglýsingum fyrir tribute tónleika sem við strákarnir erum að fara að halda, stafarugli með Pétri Jóhanni, spurningakeppni Gilstendur, hendum okkur í stigagangurinn, Íslands slúður, tenging, ef við ekki bara fara. Er hann ekki sá sálasti? Já, nei, einn af þeim allavega, það er bara svo leys. Hérna veit ég er með challenge. Nú. Ok, af því að við vorum að tala um FNÍ 5 blöð dagatalið sem gæti komið út jólin. Við erum komið með aprílmánin. Já, að sjálfsögðu til að stifta góð málefnis, alltaf. Við erum ekki að fara að taka íláta 20% og fá okkar eigin gulrót. Nei. Það er alveg of. Er ekki... Hattar að hóta að borða og... Langveik börn væri sennilega topikið. Ég held að þú er að núna gera eitt. Henda á Twitter. Hendin á Twitter, ég og Egil hendum beint í retweeta það. En það er alveg hreinu samt að aprílmánuður ert þú í Hússtæðargarðinum. Það verður bara, við skulum alveg hafa það hreinu. Það skoða það bara rólega. Við skulum ekki offum það ekki. Það verður rætt. Hendu núna inn, blöð. Hvernig líst ykkur á það? Þetta var að fæða þetta bara... Við félagarnir í fyrir blöð gefum út að tala jólin til góðs málefnis. Ítt á feif að þú myndir vesla það. Góðverk, FM 95 blöð. Eitt góðverk á hvað áriða? Ég hendi það, með smá. Áðurinn ég hendi það, allir eins og ég er að breyta til að því að núna er síðasti föstudagurinn í mánuðinum og góð vinkun okkar, hún Sigga Kling, hún hendir alltaf í svona spá fyrir mánuðin og spáin er komin inn á vísi.is og ég var svona að hugsa ef við ekki alltaf að taka það bara síðasta föstudaginn í mánuðinum þá sjáum við hvað er að gerast hjá okkur í næsta mánuði. Fara aðeins yfir það. Það ekki? Það er mjög snuðt. Er þetta sem spá yfir alla mánuð, þannig að nú ertu að fara að lesa hvernig september verður fyrir okkur? Já, í hvað stjörnumerki er þú stendur? Ég er bógamaðurinn. Þú ert bógamaður, þá byrjum við á honum. Ætlaði að byrja mér. Bóman. Bógamaðurinn, þú ert kjarnorku mikill og þú áttu til að vera of tilfinninga mikill og hafa svo miklar áhyggjur. Já, ég er tilfinninga að vera. Já, þetta er bara straight on. Svona eins og það sé að komast upp þig. Líða aldrei eins og þú sért að gera hlutinu nógu vel en þú mátt vera aðeins montnari því mont og stolt eru systur. Já, ég er of jarðbundin, ég hef alltaf sagt það. Já. Svo lífið er á einhvern máta að gefa þér annan tækifæri og ef þú spáir í það í smá stund þá getur þú kveikt á 100 kertum með bara einu kerti. Það er mjög mikilvægt að þú sért ánæður með núverandi stöðu og þann árangur sem að þú hefur þegar náð. Annars kemstu ekkert áframstindi. Ok, ég er mjög eldræddur, ég myndi aldrei fara að kveikja á 100 kertum, aldrei. Og svo kemur þetta í lokin. Í ástamálum ætti þú að varast að vera með einhverjar björgunar aðgerðir á personum sem að hæfa þér alls ekki. Þú ert að eiga maka sem þú lítur upp til og ert stoltur af. Þá fyrst blómstrar þú. Það verður brjála að gera þér svo notaðu þessa orku til að hylla aðra því að það er það sem þú getur. Svo þú þreyttur, þá ert að borða vitlaust og ert að taka þig gegn því næstu 6 mánuði muni breyta lífinu og senda þér áskorun sem þú ert að taka. Það er bara að lesa upp. Hún sér bara út að geta vitlaust hún er að hitta naglan á höfuð þarna ansi oft eða ekki. Já, það er ekki bara. Þetta er bara hárið þjóni.
Hún talar og getur vitlaust Já, ég jáða til að taka kannski einn og einn óþarfa Maryland pakka. Já, Egill, hvað þú? Ég naut. Þú ert nauti? Hvað segir Sigga klingum mig heil? Getur það jákvæmt? Það hérna, segðu já við hinnu óvænta. Elsku hjartans nauti mitt, ekki degi áður en þú lifir. Það ætti að vera einhvern orðin, því þú getur allt eins farið hálfdautt í gegnum lífið ef þú sprengir ekki þægindaramman utan að þér. Það er mjög góða punktur í viðkynna. Það er nú ekki að mikla ráðgjörð því. Það er ágætt að hugsa svo sem að þú sért í þinni eigin jarðarför. Hvað þunglind er ég að fá frá Sigga kling? Hefði þú elskað manneskjuna í kistunni? Var hún skemmtileg? Mundirðu vilja hanga með henni? Yes. Ef svarið er já, þá er allt á réttri leið því þú skapað þinn karakter sjálfur svo að hafði hann skemmtilegan og svo litið góðan. Þetta er dark hjá Siggu meir. Já, hún er svolítið dark á þér og það er nú fleiri naut að hlusta. Hún er betur að segja ég þarf að gera það mig. Já, hausti gefið mikinn kraft og þú finnur það leiður að gefa líkamlegan kraft og andlega ánægju, þannig að það er gott fyrir þig. Já, það er gott fyrir gemið. Og þú verður eitthvað svo mikið fallegur á næstunni þó þú megi valla við því. Þetta er mjög góða punktur. Og fer með niðurskurðar hnífinn á það vesen og vandamál sem hafa verið að hindra þig. Thank you, Kling. Motto, ég er tilbúin í skemmtilegt líf. Já. Og þið naut sem er á lausu hafið ekki áhyggjur því plánetan ykkar Venus veit hvað er rétt og það er ekki endilega það sem þú heldur. Já, plánetan Venus. Það er hann að vitni Venus Sigga. Já. Svo er það í lokin hérna, það er krabbinn. Hafðu trú á sjálfum þér, skerðu Þetta er þú eða ekki? Já, elskur þessi krabbi minn, það er svo mikill kraftur í kortinu þínu að þú verður að nýta þér hann. Það er eins og setja ganga stigan að takmarkinu þínu og sjáu skýrt hvað þú vilt. Fáinni smáborgarar getur reynt að hindra þig en mundu bara smáborgarar eru vælufólkið sem sér bara þinn neikvæða. Þú ert fullur af ástríðu en þið getur líka dottið í huga að hanga í sambandi sem er ekkert að gefa þér. Svo annarkvort breyttu því og hættu í sambandinu eða laga það. Þeir sem eru á lausu þurfa fyrst og fremst að skoða það að ná sér í skemmtilega mannesku. Já. Hún er að lesa yfir þér. Hún er að lesa yfir þetta. Motto, ég elska að hanga með mér og ég trúa það sem ég er að fara að gera. Elskar ekki að hanga með þér? Já, það gerir svolítið mikið að því Á sköllóttu krabbi von á því að fá hár aftur í framtíðinni. Það bara stóð ekki, feita svínið þitt. Það er heimsist að komið hérna að auglýsingum. Hér strax eftir auglýsingar er grafimaðurinn með Pétur Jóhanni. Herjá, ég er hérna búin að skrifa Twitter. Þannig að ef þið er inn á Twitter hendi í það ef þið myndu að kaupa jóla eða bara dagatal til styrtar góðs málefnis. Það er komið inn, tekum á þessu. FM 957 og skemmtigarðurinn Grafarvogi kynna Fótboltagólfmót FM 957 í skemmtigarðurinn Grafarvogi þann 29. ágúst næstkomandi. Skráningur fram á fm957.is. 3 saman í liði og spilaðar verða 9 hólur og er fjöldi þáttakenda takmarkaður. Glæsilegir vinningar fyrir 3 efstu sætin. Gjafabréf frá gamanferðum, gjafabréf frá KFC, bjórkort frá gullöldunni, sportlönn súkkulaðikassar og ískaldur toppur. Skráðu þitt lið strax á heimasíðu FM 957 og hver veit nema við bjóðum þér með í fótboltagólfmót FM 957 og skemmtigarðsins Grafarvogi. Ert þú búinn að sækja appið? Safran. Að kaupa í matinn hefur aldrei hljómað eins vel. Spotify pop-up tónleikar gefa tóninn fyrir Krás götumatarhátíð í Fógetagarðinum á laugardaginn. Þú getur meira með símanum. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Holy svepperoni! Það er loksins komið að því. Megakonan er mætt og hún stendur vaktina með Megamanninum alla vikuna. Þú pantar með appinu á dominos.is eða í síma 58-12345. Dominos. Mikið úrval af frábærum salétum og hjá okkur farið ferskleika í hverjum bita. Fresco, Suðurlandsbraut 4. Við bjóðum upp á franskar sem aðalrétt. Pröfaðu graslauksósuna. Reykjavík chips, vitastígur 10. Haustgleði í Bíkó. 25% afsláttur af öllum verkvaraboxum. Bíkó, gerum þetta saman. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Kíktu við og útbúðu þitt eigið lokal salat. Möguleikarnir eru endalausir. Lokal Borgatúni, Lokal Smáralind og lokalsalat.is. Námskeiði kendi mér eina hindrun í lífinu er bara ég sjálfur. Ég var alltaf að bíða eftir eitthvað gerðist og ástandið batnaði. Svo lærði ég bara að setja mig markmið og vinna með kraftin sem býr innan með mér. Og veistu, ég náði markmiðan. Hver hefði trúið því?
Ekki ég. Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie. Útsalan byrjuð í Rúmfatalagernum. Rúmfatalagern aðeins ódýrari. Nýtt hljóðkerfi, nýir skjávarpar. Boltabjórinn á veskisvænu verði. Enski boltinn í beinni á enska barnum við Austurvöll. Við elskum að búa til hambúrgara. Það sem okkur dettur ekki í hug. Fylgstu með off-menu borgorunum okkar á Facebook. Roadhouse. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Don't be a fool for the city nights. I know it's cool, but it's only light. Baby, with you, I could never lie. Don't go chasing all the headlines. 957 og hver haldið þessi mættir í stúdíu. Nú gott að vera með svona bjöllu eða eitthvað. Já, það ekki annar en Peter Johan. Pétur Jóhann mættir í stúdíu. Og já, hann alltaf með okkur á föstudöfum með 2 liði. Ertu með þætti aðra daga vikunar? Nei, það bara föstudöfum. Takk fyrir að fylgjast með. Nei, bara því þú sagðir hann alltaf með okkur á föstudöfum. Hér kannski þá að vera á mándum. Góður punktur. En ekki máli, maður. Ég ætla að byrja að spyrja Pétur áður við förum í fyrsta dagskáliðin með þér. Hvað að frétta þér þessa dagana? Heyrðu, nú bara allt gott að frétta, sko. Já. Allt gott bara? Já, ég bara komin hér í vinnu, sko. Já, á Stöð 2. Á Stöð 2? Já. Og það nú aldrei að vita hvernig það endar. Nei, vonandi vel bara. Já, þetta bara, það svo gott að vera með stöðu að vinnu. Já, nákvæmlega. Þú veist, ég með bara börn og fjölskyldu og þetta munar rosa miklu. Já, verður að hafa fasta vinnu. Það þið ekkert að vera að væplast Nei, nú getur maður ekkert verið að væplast Sko, ég var farin að hanga á bílasölum og tjaldvagnarsölum, farin að hanga mikið upp í Korputorgi. Já, gera hvað? Bara í útilegumanninum að skoða með það. Víkurverk í Kópavogi, búin að vera þar bara. Fastakunnið þar, fá sér uppáhelling og spjalla við kallara. Skoða fortjöld og þykk og dúkur í sig. Þegar pabbi fyrir út að hitta mennina. Já, en þú veist, nú það búið. Nú maður að mæta ég bara 9 á mótnana. Nú það bara 9 til 5. Já, þetta bara hörku vinna. Ok. En já, þú ert ekki bara Stöð 2, þú ert nú hérna með okkur líka og það komið tími á dagskálið sem að mjög vinsæll í FM 95 Blö. Já, einn af okkar bara uppáhalds dagskáliðum. Þið viljið fara í Græðmann. Það er Græðmaðurinn, það er Maggi Magg. Já, hann nálur nokkur eftir. Já, Maggi Magg, þú kallaði þetta daginn Magnús Magnússon, eða ekki, halda okkur bara við það mann. Það stendi á skotinu því. Já, þetta er bara Magnús Magnússon. Maggi Magg. Spólgraður. Þekkir þú einhvern Magga Magg? Nei, ekki heldur, Magnús Magnússon. Ég var með einu Magga Magg í skóla, sko. Toppmaður? Já, toppmaður. Var hann alveg spól eða? Nei. Ég var ekki til þess að hann hafi verið spól. Nei. Ég veit ekki takkur með þetta Maggi Maggi hugin. Það skiptir ekki máli, Maggi Magg Græðmaður. Og hvert vil Maggi Magg ringi í dag? Apótek. Fíla, ég ætla ekkert að vera að spyrja út í það. Jú, aðeins, hvað er hann að vinna með? Hann er bara með frjókorna ónami. Ok. Annarku maður með þetta í dag. Já. Þannig að það ertu nokkur að geta tengt við þetta. Já. Herðu, það er komið hérna, maður ertu tilbúin? Það er bara beint í lifið. Já, hvað er í stellingar? Já, góðan daginn. Herri, mig langaði svona að fá upplýsingar hjá þér varandi svona ég er með svona mikið svona frjókorna ónami. Já. Hérna og ég næði einhvern veginn ekkert að fungera með þetta. Hefur ekkert fengið lífið? Nei. Er það til eða? Það er nú eiginlega einfaldast, að tala við lækni og fá sko á lyfsið. Þú getur fengið hérna í lausasölunni lyf sko, töflur. Já. En það er spurning hvort að þú vilt byrja því að prófa það eða tala við lækni. Já, ég verði bara, hvað ertu með þá? Hvernig lyftu? Þetta töflur, sem sagt nokkra tegundir, getur fengið 10, 30 eða 100 stykki í einu. Já, þetta ekki rassastinnar, eða? Nei. Nei. Bara töflur. Bara töflur sem að borða bara? Já.
Þú ert ekkert með þetta í hins einn? Yfirleitt 1 tafla á dag. Já. Nei, það er spurning hvort að læknir geti útvegaðir eitthvað, ég veit það ekki. Rassastýla þá eða? Eða eitthvað sem sagt, já, ég man nú ekki eftir neinu svoleiðis, það er hægt að fá það í mixtúru, veit ég. Ó, já, ég skiljiði mixtúru, já. Hvað heitir þetta? Er þetta bara Loritin? Loritin og Octafin, Tavegil. Tavegil, já. Og svo er hérna á listseila, heitir Atarax, til sem mixtúra líka. Já, sem maður drekkur bara. Já, hún tekur inn bara í millilítra tali. Já, er hún áfeng, mixtúran? Nei, það er ekki. Ekki? Nei. Er ekki eitthvað smá áfengi í henni, eða? Nei. Nei. Ok. Herðu, ég held að þetta sé bara að vera komið verðt. Hvað heitir þú? Ég heiti Guðrún. Guðrún, já. Ertu í Hvítur Sloppsson núna? Já. Hvítur Sloppsson. Já. Hvað heitir þú? Er hann stuttur? Hvernig er hann? Hvað heitir þú? Magnús heiti ég. Magnús Magnússon. Hvað er hann síður þessi sloppur svo ert í? Ég held að það kominu málun ekkert við. Jú, segðu það við mig. Er hann stuttur? Nei. Er hann hnésíður eða? Fleira? Er hann hnésíður þessi sloppur svo ert í? Nei, bara segja mér það. Please, segðu mér það. Var það eitthvað fleira sem þið vann? Nei, segðu bara við mig hvort hann er hnésíður sloppur svo ert í. Nei, það... Please, gerðu það. Þá er þetta alveg komið. Er hann hnésíður? Nei! Það munaði litlu maður. Hefur hún sagt hvort? Já, sem betur við sá það ekki. Nei, var þetta orðið of mikið? Nei, þetta slá. Þú vart eiginlega að vera með myndavel á mér þér aðeins. Náði Magnús Magnússon að klára þetta? Munið að herslu munnin? Hann fekk ekki að vita hvort það var hann vantaði herslu munnin. Já, bjöðlar á tæftmaður. Á tæftanna maður. Magnús Magnússon er líka svo eini sem vil fá ónæmislefin sín í rassastílum. Og áfengamixtur. Það er bara, þetta er tæpu garantin. Þvílík stemningu kvöldi hjá honum. Rassastíla og áfengamixturu. Já, við getum ekki spilað þetta. Þetta var kraðið maðurinn að leita sér að ofnæmislefin í apoteki. Maggi Magg. Þið að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er Steindi Jún, Egil Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudegi, nýkomnir úr graðamanninum. Hann var góður í dag maður. Já, ferskur. Hann var geðugur. Já, mér þykir eitthvað væntu að það hringja og við þurfum að koma þetta aftur á kvöldi til ég er að hringja svo seint. Já, hann náði ekki hámark í dag. Nei, það er sko að hringja seint. Það er alltaf gaman þegar Maggin er að klára sig. Maggi Magg. En það er hins vegar komið núna að, öðrum dagsfjörlið sem við erum að leika okkur núna svolítið með. Og það er, tengingin. Já, ef ekki að, Er ekki tími til komin að tengja? Er ekki tími til komin að tengja? Tengja. Það er akkurat komið tími til að tengja og við tókum 2 í dag. Já. Því að, það eru báða stuttar. Já, þess vegna ákvað að vera með 2. Það eru stuttar en ákvaðum að spila samt bara svona fyrir hlustendur. Leifa meira, við vorum að reyna og það er seinni náttúrulega það sannast að mér finnst bara best með Bubba. Við skulum byrja fyrst á hinnu þegar ekki. Jú, byrjum að við tengdum sem sagt saman Völu Grand og Björn Hlyn leikara. Já, það er sem sagt, þau veit ekkert að þau sé að hringja hvort annað. Við hringdum í bæði og tengdum bara, símtölum. Þetta er eins og Steindi segir, Björn Hlynur og Vala Grand. Halló. Það datta þarna út. Maður sjá, maður sækja þetta. Það kemur þetta. Já, tæknir hvað sem strjókur. Halló. Já, halló. Halló. Já, halló. Nei, þetta er vitlaus tenging. Þess vegna þetta. Hérna er það. Þetta kemur. Svo er Björn Hlynur og Vala Grand. Halló. Halló. Hver er það? Ég heiti Björn Hlynur. Hver er þar sem ringir í mig? Ég var ekki að ringja, ég var að ringja með þessu númeri. Já, þú var það. Ég var að svara í síma núna og þú ert í símanum. Ok. Ég man ekkert hvernig ég hringdi í. Ég sá mist call eitthvað frá þessu númeri áðan. Hvar er þetta með leiðin?
Þetta er bara Vala Grand, þú veist, númerið mitt. Kannski ég var einhvern veginn að hringja í símann minni eða eitthvað. Já, ég veit ekki. Ég ætla hann að sjá bara mist call. Ok, allt í lagi. Ekki mál, bye. Bye. Stutt og langt. Málega, þú veist, mér finnst þetta samt svo fyndið. Það gerðist ekki, þau bara sögðu hæ, varst að ringja? Nei, ok, bye. En veistu hvað mér finnst best í Það gerir svo mikið fyrir mig. Vala Grand var ekkert viss hvort hún hafði hringt eða ekki. Nei, hún hafði ekki hugmynd. Hún bara, kannski hringdi ég. Vístu, þetta er svona, víst, þú segir að ég gæti að hringt. Það er mjög líka. Kannski hringdi ég. En svo hringdu við í Bó, Björgun Halldórs og Bjarna Töframann. Og besta við þetta sem einn fyndasta tenging allra tíma. Bjarni Töframaður og Björgun Halldórs. En besta við þetta þetta var líka stutt því miður. En hlustiði þegar Bó segir, ég hringi ekki í neitt. Og já, það er bara sannast að hann er ekki að taka neitt bullshit. Nei, hann hringir ekki neitt. Það hringdi hann. Ég hringi ekki neitt. Tjekkum á þessum. Halló. Já, halló. Halló. Já, halló. Já, halló aftur þá bara. Ég heyri í þér. Nú heyri ég þér. Já. Þeir eru þetta með leyfi og við getum að tala. Bjarni heiti ég og þú varst að hringja mig. Nei, ég var ekki að hringja við. Ég heiti Björgvin Halldórsson, tónlistarmaður. Já, hæll Björgvin, Bjarni heiti ég og töframaður. Já, komdu sæll Bjarni minn og verð ekki með þessa stæla. Ég hringdi ekki neitt. Þetta númer kom til mín. Já, sama þetta hjá mér. Er það gaman að heyri yfir? Sumulegis yfir. Sjá. Ég hringi ekki neitt. Ég hringi ekki neitt. Þú hringtir í mig. En þetta er svolítið ykkar liður, drengir. Já, þetta, veistu það. Það var bara ekki að hefnast í okkur í dag. Já, þetta hefnast mjög vel. Mér varst að hefnast mjög vel. Við erum meira en ekkert að fara fram á eitthvað sko, þú veist, eitthvað rosa konflikt og nei, það sem við viljum er rauninni bara hæ, varst að hringja nei og svona. Það er bara svo fyndið þessi, þú veist, þú voru að læra að meta þessar nokkra sekundur í óþægilegri þögn. Ég veit að ég verð samt að viðurkenna þegar þið komið báður á hann skellir hlæjandi á stúdíónu, þá held ég að vera með eitthvað rosalega tengingu handa. Mér finnst þetta æðislegt. Mér finnst þetta æðislegt. En hér eftir örskama stund þá er, gifta, sofa hjá, drepa, spurningakeppni Gils og stafarugli sem er ný dagskrárlið með Pétri Jóhanni, þannig að ekki voga ykkur að fara langt. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Kíktu við og útbúðið þitt eigið lokal salat. Möguleikarnir eru endalausir. Opið til 9 í kvöld í Borgatúni og Smáralind. Langar þig í eitthvað gott? Komdu í mat í IKEA. Í ágúst færðu ljúffenga Royal kjúklingabringu með parmesanolíu, franskar, hrásalat og sósu á aðeins 995 krónur. Vertu velkomin. IKEA. Að borða úti hefur aldrei hljómað eins vel. Spotify pop-up tónleikar gefa tóninn fyrir krás götumatarhátíð í Fógetagarðinum á laugardaginn. Þú getur meira með símanum. Ég elska grilla, ferkantaðir fabrikuborgarar, grísarif og úrval af gómsætum sósum frá fabrikunni fást í Hagkaup. Ekki vera hringlaga. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Coca-Cola kynnir einstakur viðburður í íslenskri rocksögu. Dimma og Sinfonia Nord í Hofi Akureyri 17. október og Eldborgarsal Hörpu 31. október. Ekki láta ykkur vanta. Miðasalinn hafinn á tix.is og mac.is. Rendu við erum í alfara leið. Italiano Pizzeria, Hlíðarsmára 15, sem er 55-12345. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. Sandvinn kynir. You ready? Yes, we're set. The Man from U.N.C.L.E. Ein besta mynd Guy Ritchie. Leikstjóri Snatch og Sherlock Holmes. Loving your work, cowboy. Hér á ferðinni frábær spennumynd. How's that for entertainment? That's brilliant. The Man from U.N.C.L.E. Komin í bíó. Til hvers að hafa eina hetju þegar hægt er að hafa tvær? Nú er Megakonan mætt og ætlar að taka Megavikuna með trompi. Þú panta með appinu á dominos.is eða í síma 58-12345. Dominos. Jam hátalarar. Mest seldu Bluetooth hátalarar í Bandaríkjunum og Bretlandi. Fást í Elko. Útsala. Skott hjól á útsöluverði. Markið Ármúla 40.
Opið frá 10:30 til 11. Reykjavík Chips. Happy Hour frá 9 til 12. Allar helgar í sumar. Keiluhöllin og FM 95 Blö. Sænsk og, kalla sig Robin. Þetta lagið Dancing on my own hér í FM 95 Blö. Þegar klukkuna vantar kortir í 5. Við drengir í miklum gír og verðum það alveg til 6 í dag. Já. Nó framöndan með þess að íslenska slúður hefur komið aftur eða ekki? Jú, það brakandi fest í dag. Búið að fá mikið af tölvupóstum, mikið af ábendingum og þetta búið að safna svolítið upp hjá mér og það brakandi fest. Gott að heyra. Styttist hér í Pétur Jóhann var líka í nýja dagskráliðin sinn sem stafaröglið. En áðurum fyrir mig þetta allt saman ætlum að fara í virtasta dagskrálið FM 95 Blö og það eru sturlaða staðreyndir. Já. Er ekki tilbúin í þær? Jú. Já, svo ætlum við að gefa líka miða hér og eftir á Josh Blue uppistandið. Það Josh Blue og hugleikur. Ég verð nú að gefa hugleik í dagsinni það að Nóa-snappið hann var stórkostlegt. Já, það var æðislegt. Ég hló mikið að því. Já, ég mikill hullamæður. Þannig að hann verður feskur hérna með Josh Blue og mið, það er hægt að kaupa miða á miði.is. Þetta uppistandir í næstu viku og við gefum einhverja miða hérna seinni í þættinum. Flott. En það er hins vegar komið að sturluðum staðrendum og eru tilbúinir, drengir? Já, við erum klárir. Hlustendur klárir? Já. Þá byrjum við til. Twitter, Wikipedia og Google hrundu daginn sem að Michael Jackson dó. Trafficking var svo mikil á síðunni og þetta er fyrst og eina sinn sem það hefur gerst. Ok. Wow. Það var hans sem margir að tjekka á, Jacko. Þegar popkongurinn sjálfur fer, þá krassa forrið. Munið þið hvað þið voruð þegar þið fréttið að Michael Jackson verið dáinn? Nei, við erum ekki crazy fans eins og þú. Nei, en ég man alltaf hvað ég var bara þegar það var ráðast á Tvíburturnana, sko. Já. Þá var ég tíma í Borgarholtsskóla og bara kennsla lögð niður og allir horfðu á sjónvarp og þetta var bara Ég held að muni allir hvað þið voru þegar það gerst. Já, ég held að muni nú flesti hvað þið voru. En þú manst ekki hvað þið varst þegar Jackson dó? Nei, ég man ekki hvað ég var þar. Ég er svona, nei. Manstu það, Egill? Nei, okay. Var ekki hugmynd. Hvað varst þú? Ég var endur í pókermót á gullöldinni. Já, og fórst ekki bara all in og heim og aldrei sem all in á 2 þristum og svo bara heim. Já, bara leitir á þetta. Svo er það næsta. Bláhvalir tana sig. Tana sig? Já, til að fá dekkri lit. Ok, þeir fara upp á synda og vilja tana. Já. Hann eftir tjokko í bláhvalir. Þeir eru að taka í magan og bak og eru þeir eitthvað svona hugsaði eitthvað? 100%. Ég veit það ekki. Þeir eru að potið ekki vörð. Nei, það er engin sólvörn. Nei, en ekki það ég sé líka við bláhval, Steindi, en þú er eini vinnu minn sem að fer ennþá í ljós. Nei, ég fer ekki til ljós. Þú fer reglulega í ljós. Ég? Nei, þú er það rugglast. Þú talar ofta um þú er að taka eitt ljósatíma eða að koma skemmtilega helgi eða eitthvað svona. Við segjum hlustendum allt. Ekki ljúa hlustendum. Þú bara er þess að setja á Snapchat okkar. Já, ég bara, lofar, ég fer eiginlega aldrei, en talandu það, ég er nú að fara hérna út á tjúktið annarkvöld, það er spurningum að henda mér í kannski eitt turbo eftir. Ég er svolítið að henda mér í klefan. Ég fer í tanklefan í Nix. Bara stendi í klefa í svona 38 sekundur, lapp út kaffi, brún. Ekkert þess. En er það ekki á samt stundum eins og sétt búin að vera með brúnkuklúta eða eitthvað? Meðdemlega, þarna er minn fullkomni litur. Ég er búin að prófa 6.000 gerðir af brúnkukremi síðustu svona 12 ár. Þarna er loksins komið litur sem úr ekki appelsínugulur. Besta jam ævi minnar var þegar ég á tvítugur. Ég og Reynir, besti vinnu minn, vorum á jaminu í bæ og báðum við nýbúin að nota svona brúnkuklúta. Já, appelsínugulur í ferramann. Það var bara eins og það er búin að stráði okkur kakumalt og þegar ég sá það mér langaði bara heim. Þetta var agalegt og ekkert hægt að gera í því, sko. Fórstu einn heim þetta kvöld? Ég held að þið hugsa nú aðeins meira um þetta en ég, sko. Ég er svona Nei, þá hugsaður engin meira útlitið sitt í þessum þætti en þið eru brúnkuklúta mennir. Ekki brúnkuklúta. Þið verið í tanklefa í snýmir í hring og segir turn to right now. Þetta er einu maður sem ég þekki sem fer mjög oft í ljós. Nei. Sko það er alltaf að taka einn og einn tíma í ljós. Sérstaklega líka áður að skella þetta í beni að þess að hita upp undirbúa húðina. Kæsnafni er farið, nú er þetta öll í brúnkuklútur. Það er rosalegt. Næsta, það er nú eitthvað sem ætti að heilla þig, Steindi. Klámsíður fá fleiri heimsóknir heldur en Netflix, Amazon og Twitter til samans. Ætli ég ekki helmingin af þeim klikkum? Hugsanlega á ég helmingin af þessu, eða ekki? Nei, en allavega. Er það alltaf sólarhringin? Nei, við vorum hættið með það. Þetta grínir búið. Sér ég er löngu aftur. Ég veit það, ég er mjög ánægð með þetta, mjög ánægð. Þetta var bara út af brúnkuklúta, þá hendi ég þetta. Já, þú hendi þetta. En þetta er samt svolítið magna. Meira heldur en Netflix, Amazon og Twitter til samans með þér. Já, og það er rosalegt, sko. Ég hef nú alveg, ég viss alveg að þetta myndi alltaf, sko, strauja, Netflix og jafnvel Twitter, sko, en Amazon er alveg hjút, sko. Já, líka þetta allt í samans. Já. Það er þú oft á Amazon.com eða? Ég kikki alveg til, já.
Bantaði mig til dæmis búningar daginn Edda klippikrum Já, fekkst hann og seint fyrir búningapartí Eddi Sissons, já ég fekk Þannig að hann þú verður Eddi klippikrumla næsta Já, ég mæja næsta ári Þá mæti ég þeim búningkendu þín Ok, það eru 300 manneskjur skráða sem ofurhetjur í Bandaríkjunum Já Hvort ég meina minna Algjörlega, hafið þið séð heimildamyndin það? Nei Það til heimildamynd sem sem sagt fólk í Bandaríkjunum sem eru ofurhetjur Og þetta bara skrítið fólk það bara fer út og svona lappum göturnar í búningum og löggan yfirleitt bara rekandi að burtu sko Það yfirleitt bara fyrir Er þetta kortir í eða er þetta með fullu fenn? Já, það kannski með fullu fenn, það mjög sérstakt sko, það á mörkunum náttúrulega En er það að reyna þá að vera ofurhetjur og hjálpa glæpum? Já, það er ekki svona kannski alveg að reyna að vera eitthvað súpermann sko En það er svona að vill vera á kantinum og ef löggan vill backa upp sko En löggan náttúrulega bara hrindaði mig burt alla myndina, þetta meira bara svona skrítið karaktera sko Ef að þið myndu að klæða ykkur upp sem ykkur ofurhetja drengir, hvað myndu þið fara í? Já, hver væri maður? Myndur þú búið til nýjan karakter? Ég myndi sennilega bara, ég hef náttúrulega verið ofurhetja, ég hef verið skrollarinn sko Já, reyndar Ég var Thor hjá þér Já Ég myndi hugsalega Hamar og allt Ég myndi vera skrollarinn áfram Ég myndi mæta sem skrollarinn Það var nú samt eða ekki Hamar sem varst með þig Hörðu Hann var pingu, hann var minn en síminn Já, eðlileg starf kom það 200.000 Fyrir eitt partí Þá var það næsta Var það ekki pushing it eða? Herðu, ís Spens og rjómaís og jógurtís og allt þetta Ís hjálpar tilfinningarlegum og líkalegum sásauka Þannig að ef ykkur líður illa bæðið annarkvort á sálinni eða bara búin að með ykkur þá að víst að hjálpa að fá sér ís Bara stóru bræður yfir Já, ég held að þetta væri bara eitthvað djóki friends eða eitthvað svona að fá sér ís þegar það var búið að dömpa þér og svona Þetta verðist hjálpa Þess vegna er ísbúður rakinn á Íslandi Já, við erum Það er okkur líður svo illa Okkur líður hræðið Já, ég veist, hundlega held að heima þetta alltaf og öllum líður illa basically Ég var til stóra tófu núna Ég get lofa að því að opna ísbúrð og Benidorm fyrir hausinn á mánuði, einum mánuði Það er enginn að kaupa ís þar, allir í góðu fíling, ekki þessi Ég myndi vilja núna stóra tófu Tófu, hvað er það? Bara bræðref Bara með fristum Stóra tófu? Fristum og snikki Kallar þú bræðref tófu? Já, ég get stundum á til að gera það, já Mink, fá með mink Ok, svo er það næsta 62% fólks hefur öskra á tölvuskjá Já, ég hef gert það Já, ég líka Ég hef oft gert það Já, ég gerði Championship Manager fótboltaleiknum Já, mjög gamla tölvu Ég á sko einhverja 8 ára gamla svona MacBook tölvu, fartölvu Og það tekur svona 3 klukkutíma að opna eitthvað Eitt skjal Og ég er að vera geðugur Og öskrar það? Vera geðugur Hvernig öskur? Gjössalega, ég öskra Já, bara hvernig? Bara hvað er þetta maður? Bara svona aðeins og lema aðeins á líklaborði Ég hef alveg lamið í hana sko Egil, þú öskra á tölvuskjá Ég held, sko, ég hef verið pirraður oft Þegar tölvan drullar, það er ekkert leiðilega heiminn að tölvan drullar að bílinn drullar Já Og Ég hef nýbúið með, ég var með bílan í vekkjarnum í gær sko Já, þetta er svona tvent leiðilegt sem lendir í heiminum Þetta tvent gerist, en ég held ég ekki öskra samt á tölvunum sko En ég öskra En ég verið vel pirraður sko En ég öskra náttúrulega rosalega mikið á PlayStation tölvuna sko, á sjónvarpið Bara tölvu, já. Það eru örugglega margir sem að kannast þetta sem er að hlusta svo það næsta aðeins 2% kvenna lýsa sér sem fallegri 2%? Já, það er rosalega lág tala Einmitt En ég meina, er kannski asnalegt að þú lýsir sjálfu þessum fallegum eða fallegri? Já, er það ekki Það er svolítið En er ekki allir fallegir? Jó, á sinn hátt sko Er það ekki? Jó, það er svona Það er Mér finnst allir að segja bara Þetta er fallegur, já Það er ég Það er allir sætir, já Það er allir sætir Fólk sem rífst yfir skrýtnustu hlutum er það fólk sem þykir mest væntu hvort annað Já Sturlu staðreynd, þannig að það er að rífast við makekar eða vinni einhverja skrýtna og ómerkilega hluti þá er það því eitthvað þykir væntum viðkomandi Ok Það er Sturlu staðreyndum Svo þú verður latur á því að geta ruslfæði Já Sturlu staðreynd eitthvað sem þú ætti nú að vita með þess að Sigga Kling kom inn á þetta líka Já, einmitt Ég myndi nú ekki segja að vera latur Ég er hörku duglegur Já Það ekki, ég er alltaf að Ertu undantekningin sem sanna reglana? Já, ég held það Já, ég meina, sko, málega ég ekki það óholt Ég náttúrulega rosalega mikið með ykkur Og með ykkur, þið viljið bara fara að borða ykkur holt Ég er alltaf að reyna að ná ykkur einhvert Það gengur illa Þannig ég er svona Það er bara eins og þú erum að skrifa sketsa ég, þú og Sveppi, þá vorum í heima hjá þér þá kom bara 20 greina þarna og Dominos og Kentucky Já, og ég fekk alltaf að velja einu sinni viku Svo var það síðasta, Bruce Willis var eini leikarinn sem að lék frítt í Friends Já Það er nóg til þar Það er nóg til þar Greinilega til að leika frítt í þessu Hér eftir smá stund er það spurningakefni Gils og stafaruglið ásamt íslensku slúðri og fleira en það komið að lagi sem að Steindi búin að biðja í allan dag og hvað hendaði bara áfram Grillhúsið hefur opnað í Borgarnesi einfallega næg ástæða til að ferðast innanlands Grillhúsið, komdu flagnandi Á það að vera flagnandi
Pantaðu bíl með Hreyfils appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Nikotínel Frút á 20% afslætti í ágúst í apótekum Livju. Afslátturinn gildir af öllum styrkleikum og pökkum af Nikotínel Frút. Livja, lifið heil. Hann kominn, nýji IKEA vörulistinn. Söktu þér í 328 síður af frábærum hugmyndum og nú með viðbótarefni í nýju appi. Þú fær nánari upplýsingar á ikea.is. Hreimur og félagar í kvöld á American Bar. It's Miller time. Ég hélt alltaf að ég þurfti ekki að fara á Dale Carnegie námskeið. Svo þegar ég komst að því að Dale Carnegie ekki ræðanámskeið, heldur námskeið sem hjálpar mann að ná árangri í lífinu, þá var hvað ég slá til. Þarna voru framkvæmdastjórar, sölumenn og húsmæður, allir að ná meiri árangri í lífinu. Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie. Enski barinn getur sýnt allt að 6 leiki í beinni í einu og í bestu gæðum. Enski barinn við Austurvöll. Pítsudagar á pítsunni. Þú sækir pítsu á matseli á aðeins 1290 krónur. Pantaðu í síma 578 88 88 eða á pizzan.is. Ekki fara í skólan án þess að hafa delluna með þér. Kynntu þér úrvalið á advania.is. Við erum alltaf í leiðinni. Sólbaðstofan Smart, ánægnestum. Sími 533 33 50. Dúfnahólar 10. Eftirminnilegasta partí Íslandssögunar. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færi þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn. Það hárrétt hjá okkur. Þið að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það Steindi June, Auðun. Ég var ekki að horfa á því, ég vissi ekki hvað og Egil Gils, já, þarna, ég beitti röddin öðru sín. Rosalegt. Þetta var skemmtilegt. Herru, það allavega gaman í okkur, mikil stuð og mikil stemning, eða stemmi, eins og ég kýs að kalla það. Stemmi, það góð stemmi og það komið að spurningakeppni Gilsson. Yes! Ég ætla bara að segja það strax út. Ég set stórt spurningamerki á hann á dagskráli. Það er búið að leggja mjög einallt í honum. Þú spyrir bara spurningar. Nei, alls ekki, hvað er staðan? Þú er ekki... Þú eittir í blöð. Hann vann Jammaran. Já, hann vann Jammaran, takk ekki fyrir. Já, hvað var síðast? Ég var að segja reitt, málið er, sko, ef ég væri með stuðla á þetta, fólk getur verið að betta á þetta, þá væri, fyrir þessa spurningum dag, þá væri stuðlinn á Steind, það væri svona 1.17. Nú, hann sé bara að vinna. Meðan að blöð væri með svona, kannski, já, 2,53. Nú, ok, hvað er þetta er svolítið, Steinda, þetta er svolítið hans. Ok, hvað er þemað mjög gott að þetta? Þemað er, ég ætla að standa upp fyrir þetta. Þemað er King of the Bedroom. Aha. King of the Bedroom. Þú ert að fara, þetta verður viðkvæmt. Farðu nú vala fyrir hvað? King of the Bedroom. Þetta er bara spurningakeppni. Já, ég veit ekki með það. Þetta er búið að vera King of Jammið og King of Þjóðatíð og alls konar shit. Nú er bara að koma að þessu. Hvað er eitthvað? Þetta er eitthvað viðkvæmt eða? Nei, mann bara dettur strax í hug einhverja spurningar sem getur verið alveg offend í beinni útsendingu. Ég vonandi ekki. Það er Auðun Blöndal sem tekur alla ábyrgð af þessum dagsálið. Hann vinnur í fyrirtækinu. Hvernig finnst þér að fá þetta, Auði? Eins og þú tekur á mig við slúðrið. Ég og Steindi eru verktakar og því er ekkert að kenna okkur eitthvað sem gerir til þetta. En veitu hvað ert að fara í eitthvað rugl? Nei, við erum samt bara verktakar og við tökum allavega engar ábyrgð á það. En við ætlum allan að byrja á trailernum sem ég laði mikla vinn í. Ég lofaði þér daginn að þú sagðir ég myndi spila hann allan, þú þurfti ekki að spila hann aftur. Ok, ég skal gefa þér 15 sekundur á hann, þú fær ekki meira. Það er bara þannig, því miður, hann er það lífur. Ég bjó til I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. Akkurat, hann needs an answer right now. Hann undir allavega, svona létt. Þetta er erfiður alltaf. Ok. Vannfaglöður. Hann.
Það sem þetta mannþakklæti. Gerir trailer fyrir þig. Hann bara þetta svona, já, þetta 2-3 dögum í þetta. Búin að eiga nokkra, þetta sá allra líka. Já, þetta minn uppáhalds. Ég verða að vera sammála. Hann hrikalugur. Við þurfum að henda okkur í þetta bara. Já. Ég er mjög spenntur fyrir hver verður king of the bedroom. Já, þú metur að ég sé líklega. Já, samt sko. Ég var að hugsa þetta. Ég get ekki að blöð getur líklega verið líklegri. Já, byrjum þetta bara. Hann er eldri, sko. Hefur legið á boxernarbuxum upp í rúmuniðinu? Já, sjálfsög. Já, ég ætla að segja já við þessu. Kontur að báða. Ég ætla að henda já á þetta. Það er eitthvað king of the bedroom. Já, ég meina þú veist, þetta er bara eðlileg spurning, blöð. Ok. Hefur legið nakin upp í rúmuniðinu? Japp. Það er klart. Það hafi ekki allir gert það. Ég veit það ekki. Ég hugsa að ég verða að henda já á það. Hefur verið bara allsbyrju prjóni? Alveg kviknækin. Það er svoleiðis. Já, sjálfsög. Liggjandi á tillimon. Hefur kysst mannesku upp í rúmuniðinu? Já. Hvað erum við í 6 ára? Já, þetta er svolítið þannig. Blöð, fræðilega spurningar. Akkur fyrir við ekki bara í sé. Þetta er dead tight. Dead tight? Það er 3-3. Sko, það væri dead tight við alla mannesku 16 ára eldri held ég bara, sko. Hefur kysst mannesku af sama kyni í svefnherberginu þínu? Þú veist að það var fyrir leynulöggu trailerinn. Veitu, ég er að hugsa, það getur vel verið í einhverjum skets eða eitthvað sem ég hef gert, sko. Ég hef gert það, og ég vissi það. I'm asking a question, I'm gonna need an answer. Já, það var í leynulöggu trailerinn. Það getur vel, sko, mér finnst alveg líklegt í Steinda. Punktur að blöð? Já, í Steinda sérjum. Ég er að hugsa um einhvern skets. Lítur af að leiði einhvern upp í rúm og fara í sleik og bend eða eitthvað? Já, það gerist alltaf. Ég verði eiginlega að segja já, ég pottitt gert það í sérjónum. Það er 4-4. Það man ekki, já, ég hef gert það, já. Ok, hefur þú dansað æsandi dans í svefnherberginu fyrir einhvern, svo kallaðan svona striptease dans? Þá þarf ekki að dilla sér eitthvað að þessu. Ég dref þig. Hvað? Við verðum að vera hreinskilir. Já, þetta er bara, nú er Egil farin út á sko hálan ís yfir trúnaðarskeiði sem við áttum hérna fyrir 3-4 árum. Já, og er hann að skvíla frá leyndamáli? Já, bara viðbjörnslega leyndamáli. Og ef þú ert að fara með þetta eitthvað svona, Egil, þá slekkja þér. Þetta er eitthvað sem að þið var sagt í bara algjöru trúna og playa sig ekkert til mann. Regla nr. 1, þú verður að take that shit to the grave. Það getur ekki treystakli lengur, það er bara ekki mikilvæg spurningakefni. Þetta er bara eðlilega spurningar því. Þetta er bara svona sæðilegt að vera að skvíla þér í beinni út. Það er bara ógeðslegt. Ég líka ekki að hlustendum, ég hef því miður gert það. Ég var til að eiga það á vídeo, ég veit ekki hérna. Hvaða moment var það eða? Ég get ekki fara út í það. Nei, hvað varstu á að nutta við hurðarkarminu? Hann fyrir bóttið ekki að segja það heldur. Varstu liggjandi á 4 fótum á gólfinu að dansa einhvern veginn? Orðað þannig ég var með hatt. Já, ok, þú hefur farið alla leið með þetta. Næsta, ég er ekki sem búin að svara. Ekki, þú gert þetta? Já, ég hef gert þetta líka. Það er eftir að ljúa fyrir stig. Nei, þú veist, eins og ég segi, ég hef ekki... Bara dansa fyrir gömlu. Ég er ekki verið með hatt eða eitthvað, ég pottit verið oft eitthvað að fíblast. Já, ég dansa. Eitthvað heima. Já, auðvitað. Ok, þetta er mjög spennandi. Ekkert svona, eitthvað meina, ég held að engin rempingur í. Mest spennandi keppnin hingað til. Já, það er 4-4. 5-5. Hefurðu klætt í G-streng einhvern tímann? Ég held að ég hef nú einhvern tíma gert það líka maður. Henskotin sjálf. Það tengist þess að ekki sérleikinu, það var bara í 70 mínútum sko. Aldrei eitthvað heima, eitthvað ruglega bara? Nei, ég geti vel verið að ég hef hent mér ykkur í þveng og flippað eitthvað. 6-6, ég er að hæja mér úr spenning. Hefurðu farið í rólu eða verið með mannesku í rólu í eldheitum ástarleik? Nei. Það er nei og báða? Já, það er nei. Þarna hægðu ykkur, þannig að annarkur eitthvað geta nátt punkt á hinn sko. Ekki komin í róluna sko. Hvernig, þú veist, eins og með það Er það bara eitthvað svona með inn í skápar og hendur út? Bolta bara krók upp. Ekki þessum, smellurinn er bara á. Þú veist, það koma gestir og svona, já, er það flottur krókur? Á kippurinn af krók. Fyrir hvað varstu með þetta boxbúða, hvað varstu með þetta? Nei, ég er með rólu, þú einu skáp. Við náum stundum í róluna. Þess vegna er með risa krók hana. Ég myndi alltaf segja að það er með boxbúða. Já, ég meina, þú veist bara, ég veist eitthvað ofta að vera með risa krók í lofti hjá þér sem er ekki tangir í. Þú þyrftir allavega að hengja einhverja blöðru í það eins og það sé einhver tilbúð. En að vera bara með boxbúða bara í hotninu á herbygginu, hann er bara það. Já, boxbúðin datt niður. En er ekki bannað að dæma? Jú, en ég var að kýla í boxbúðan, tók nokkur andana og hann datt niður og svona. Nei, þetta er mjög spennandi, það er 6-6. Hefur verið einn upp í rúmi með laptop-töluna, farið á alls konar síður og hent svo í einn? Þetta er svo... Það er bara næsta. Þetta er svo ósmekklegt. Þetta er sæðilegt. Við erum í útvarpinu. Ég leiði ekki að spurninga. Við verðum að... Það er beint í næstu. Nei, verðum við ekki að rít sko þessa keppni. Hvað er þessar spurning? Þú veist, við verðum bara að fá að lesa ekki að leiði spurninga. Þetta er basic spurning, Stóni. Dómnefnd var að stoppa þessa spurninga. Það er næsta.
Er það punktur að báða? Basic dóm. Næsta spurning. Ég ber ekki ábyrgð á þessu. Auðvitað að skipa þessu. Auðvitað að hætti skipa. Ég get gefið þér punktstendu og svara þessu. Nei, ég meina Þú getur fengið náð yfirhöndinni. Ég held að ég get ekki svarað þessu. Ég sko Þarftu þetta næstu spurning? Ég bara 30. Já, bara stopp. Hvað næst? Þetta hún verður eitthvað skárri. Þetta spurning þetta var hellingur eftir sko. Þetta bara fórleikir, ég fæ spurningu, ég fæ bara svona óþægingar að vera í tær maður. Ég er bara spáðið hlusta á þetta. Ég hlusta á okkur að 3 kalla. Þetta var bara vott. Þetta er bara hlæjandi hérna. Hefur einhvern veginn að vera að fylla. Þetta er bara basic spurning hérna, skýtt ekki. Gefur þau frá þér hljóð þú nær hámarki? Hvað er þetta maður? Þið getur ekki boykottað þessa líka. Nei, hvað heldur þú sem vélmenni? Auðvitað heyrist eitthvað í okkur, báðum. Þetta er stig. Hvað er með Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég ætla ekki að koma með neitt dæmi. Ljóðdæmi. Á ég að leika eftir þegar ég fæ fullnægju. Vitlis er þetta. Við beinni útsendingu þetta. Ég get ekki leikið heldur eftir en vissulega, en það heyrist ekki eitthvað í öllum. Það horfa bara í augun á dóttirsin eftir þáttinn. Já, nefngu, þið eru hlusta eins ás. Þið eru þannig gauðrar sem láttu heyra í ykkur. Það er punktur á báða. Þetta er svo vond maður. Mjög basic. Ég er að svitna sko. Þetta hlýtur að vera mjög óþægt. Hefurðu sagt við partnerinn í miðjum klíðum, horfðu á kónginn, kallaði mig kónginn, er ég kóngurinn? Er þetta grín? Eitthvað svona í þessum dúr, Sipað. Hvað sagður þeirra? Horfðu á kónginn. Það hef ég ekki gert. Og, veitu hvað? Nei maður. Þetta er ekki eitthvað svona að tala dónulega, hvað hann Steindi var hún líklegri þetta en ég. Var ég líklegri að tala eitthvað dónulega? Nei, horfðu á kónginn. Horfðu á kónginn? Nei, hvað er þetta maður? Alls ekki. Ertu 100%? 100%, ég er alveg 100%. Ok, þetta er bara búið. Þetta er ennþá, sko, það er 7-7. Þetta er spurning, sko. Hefurðu hendi pósu í miðjum klíðum? Eins og til dæmis one arm bicep pose eða bent eitthvað og loka öðru augun á meðan, til dæmis. Hvað pósu sagður það? One arm bicep pose til dæmis. Það tala bara eitthvað svona... Bara gera svona sína bara upp á það? Það tala eitthvað bara svona eins og fitnessmenn gera? Já, bara eitthvað pósa meðan þú ert í gýr? Nei, alveg ferskur. Ég hef aldrei gert það. Aldrei? Fyrir hvernig ættir þú þá, fyrir hana þá? Er þetta fyrir sjálfa það? Nei, því ég tengi bara ekki við þetta. Nei, ég er ekki bara að pósa ekki. En svo til dæmis í American Psycho sem er frábær mynd. Þú sér svolítið sjálfa það í honum. Hann hendi bicep pósu og reyndar bent á sjálfan sig í speglunum sko. Þið er ekki með speilin í herbyggið. Nei, við erum góðir. Jó, reyndar en ég hef Þú ekki ert með speilin í herbyggið? Bara á skápunum. En ekki tekið léttan trísep. Gef mig greiða. Egil, gef mig greiða. Slæta á hann auka stígi fyrir hann á speil. Nei, ég vil ekki vinna þessa keppni. Af hverju var ekki spurning eftir með speilin? Ég vil ekki vinna þessa keppni. Hörðu, er þetta ekki búið? Nei, það er 2 spurningar eftir. Og þetta er svo spennandi. Ég er að hægja hann. Það er 7-7. Það er 2 eftir. Haltu nú áfram. Hefurðu sagt um manneski í miðjum klíðið ákveðið rífði hárið á mér? Hvernig get ég sagt það? Hvernig ósköpunum get ég sagt það? Jú, reynda, Jónu byrjar, já, ok, kannski. Já, þið meina þú vart farin á bak 20, er það ekki? Mistir hárið hvað, 15 ára? Ég rækkaði á 25 ára, ekki 6 ára. Ekki 13 ára gammal að mistir þetta. Mistu út og er eitthvað tíma að rífi hárið á mér? Nei, það er ekki gert. Hæ? Ég er ekki að byggja um að láta rífi hárið á mér og hvað þá í dag? Ok. Hefurðu á hótelherbyggi? Þetta síðast að það? Já, þessi guðana bænum. Gerið ykkur klára. Hefurðu á hótelherbyggi með viniðunum labbaði allsber á honum þar sem liggur sofandi og staði yfir honum ógnandi... Ætla að vera með þetta, einhverju einustu spurningakeppni. Er þetta úrslita stíð? FM 95 blöð á FM 957 og það er Auðun Blöndal, Pétur Jóhann Sigfússon, maður heyri þér. Yes, sælir. Hann er hann. Og Steindi Junior, sem sita þetta núna með ykkur, Egil farin út að fá sér eitthvað prótein eða eitthvað. S Junior og það er komin tími á nýjasta dagskólinni FM 95 blöð sem hefur reynda verið einu svona áður hjá Pétri. Já. Hann er ekki þroskaður þessi dagskarliður. Vakti mikla lukku. Ekki frekar en margt annað þessu þætti. Nei, nákvæmlega. En já, þú vilt kalla það hvað? Stafaruglið, Pétur? Stafaruglið, já. Þá ringjum við núna að datt mér að ringi í kassagerðina. Já, þú varst ekki að fíblast með það síðast, þegar þú fórum mér. Þú vilti ringja næst í hana. Ég bara er aldrei að fíblast þegar kemur að svona staffi, sko.
Þetta bara gæðastöf, kassagerðin. Og þessi dagskölu gengur út á það að þú ert svona að vinna með og myndið slepp einu staf og setja annan í staðin. Við þurfum ekkert að gefa neitt mikið meir upp, eða það? Nei, ég raunin ekki, ég bara benda fólki á þetta. Leika sig með orðin. Já, og býtu, kassagerðin, það kemur bara Oddi. Þetta er allt á vinsanlugunótum. Já, þetta er bara sama, hringdu bara þangað. Já, ok, Oddi er orðin kassagerðin. Já, það skiptir engum að. Þannig að þú veist að þá, þú spyrir þá bara, er þetta kassagerðin? Já, okay. Herru, þá förum við hérna í stafaruglið. Ég er að tekið úr spennu. Ég er mjög spenntur við þessu. Já, ég líka. Þú ert góðan daginn. Halló, hvað er þetta? Þetta er hjá Odda. Já, ég ætla að ná í kassagerðina. Já. Er þetta í kassagerðin? Er það sama? Kassagerðina. Hvað segirðu? Oddi og kassagerðin eru orðin eitt. Já, ok, þannig að þetta er bara kassagerðin hann hjá ykkur. Já. Hefur þú velt einu fyrir þér? Hverju? Sko, ef þú tekur káið í orðinu kassagerðin, tekur það í burtu og setur R í staðinn, hvað ertu með þá? Eitthvað dónulegt. Nei, þá ertu með rassagerðin. Hefur þú spáð í þessu? Rassagerðin kotti. Bara sem dæmi? Já. Þetta er eitthvað smeyk að segja rassagerðin? Er eitthvað smeyk? Segðu það, maður. Rassagerðin? Já, hann að góða. Þetta hefur nú aldrei dreipið neitt. Leika sem með orðin, maður. Rassagerðin. Þannig að hvernig þetta fíla að vinna í rassagerðin? Hvað er það að gera þarna? Ég er bara að svara í síma, sko. Já, þú er bara að svara í síman í rassagerðin. Það er rosalegt. Rassagerðin, góða dag. Já, akkurat. Já, hann gaman að þessu. Ég ætlaði nú bara að benda þér á það. Já, herri, bara takk fyrir það. Já, bara ekki máli, maður, sömuleiðis. Já, takk, bless. Já, Hvað? Þetta er bara mjög gott staf. Þetta er mjög gott. Ég veit ekki hvað þennan dagskóli. Hvað meinar þú? Þetta er æðislegt. Ég var að halda í mig. Steindi kom með þarna rassagerðin kotti, sko. Ég vorkenni þér. Ég tára. Þetta er bara, þetta er snill. Þetta var fullkomið synda. Heyrður ekki í henni líka? Hún var bara, jú. Nei, hún var bara uppgötað í fyrsta skiptjum. Hún hefði aldrei spáð í þessu. Hún hefði aldrei spáð í þessu. Þetta er bara leikur orðum. Þetta er... Hún var líka bara svona... Hún vorkendi Pétri. Já. Oftast þetta ofur á öfugt. Maður á vorkendi. Hvað hefur hann ekki maður að ringja þetta klukkan? Á föstudegi það er ekkert mikið að gerast í honum. Þetta er rassagerðin, maður. Hvað er að gera? Þetta virkaði 100%. Þetta var æðislegt. Já, núna vill maður bara fara beint í Justin Timberlake og það er eina sem getur toppað þetta. Þetta var, stafaruglið hjá Pétri Jóhanni. Nýr dagskalið sem að... Já, ég get ekki sagt að það er að gera allt vitlaust, en þetta er þessandi. Alltaf hliðin yfir þessu. Eftir 957 og Brooklyn Bar og Bistro bjóða í alvöru hambúrgaraveislu næsta fimmtudag. Farðu inn á heimasíðu FM 957 og skráðu þig þar sem getur átt möguleika á að vinna þér inn hádegisverð á Brooklyn Bar fyrir alltaf 8 manns. Alla miðvikudaga mun Pétur Valmyndar hringja í heppinn hlustanda og bjóða í alvöru hádegisverðaveislu. FM 957 í samstarfi við Brooklyn Bar, Austurstræti 3. Curvy, flott föt í stæðum 14 til 28. Kíktu til okkar og við skvísum þig upp. Curvy, Fákafinni 9. Hefur þið alltaf dreymt að sjá Kínamúrin? Fyrir 320 kall og með smá heppni gætur þið skoða hann úr geimnum. Eurojackpot, förstu dagur til 4. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Burrito er ekki bara burrito. Burrito er lífstíll. Þú ert það sem þú borðar. Þú ert burrito. Serrano. Fresh. Happy. Max. Bláa kortið, Nova og Viking kynna Oktoberfest SHI 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Framkoma Úlfur, Kiriyama Family, Sofía Björg, Junius Meivand, Agent Fresco, John Doe, Sturla Atlas, FM 95 Blöð, Moses Hightower, Retro Steffson, Reykjavíkudætur, MC Gauti, Dikta, Jón Jónsson, Amabadama, Ingo Veðurguð, Fúfanu og Páll Óskar. Miðasala er hafinn á miði.is. Handhafa bláa kortins frá Arjónbanka fá 15% afslátt af miðaverði. SHI, bláa kortið, Viking og Nova færa þér Oktoberfest 2015.
Icelandic Tattoo Expo 2015 4. til 7. september á Hótel Sögu 55 erlendir tattoo-artistar koma fram og sína listir sínar miðasala við innganginn Icelandic Tattoo Expo ADHD, geðfatlaðir, MS-sjúklingar, heyrnarlausir og gigtarveikir. Það ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Flott föt fyrir skólakrakka í FNF. FNF Kringlunni, Skeifunni, Spöng, Garðabæ og Akureyri. Frábærlega fjörugt leikár í Þjóðleikhúsinu. Sparaðu tíma og peninga. Tryggðu þér áskriftarkort í Þjóðleikhúsinu. Dúfnahólar 10. Eftirminnilegasta partí Íslandssögunar. Hvað þú að hugsa núna? Ertu að hugsa bensín? Eða ertu kannski að hugsa bensín? Ætlandsolía. Við seljum bensín. Áfram Ísland, áfram Ísland. Það ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Já, elsku vinir, þið að hlusta á FM 95 Blöð. Hér á FM 957. Hérna kósiröddinn og kem eftir þessu kósi lagi. Já, þetta var Selena Gomez. Þetta var Gomez, já. Það Steindi June, Öddi Blöð og Egill Gils með ykkur á sem glæsilega föstudegi og það komin tími á sofa, giftast, sendum í sveit. Já, drepa. Gætu við þurft að láta Rikka G. hans heyra að vera með svona rólegt inn á föstudegi? Já, ég bara hann með allt niður í sig. Bara fá sér hérna klára vinni kók og skólanir að byrja og já, kveikja okkur ilmkjörtum hérna og það föstudagur. Já, bara föstudagur og allir í gír, við erum alltaf í gír. Vonandi þið líka, kæru hlustendur, en það komið núna að dagskrárlið sem heitir eins og Steindi sagði, giftast, sofa hjá eða senda upp í sveit eða drepa. Ég alltaf svolítið kvíðin fyrir þessu því að þú ert alltaf með fanturiðin fólk eða kallmenn sem við þekkjum. Já. Það svo óþægilegt, það þurfa að rekast á þessa menn síðan hérna á göngunum eða hérna bara á næstunni og þeir kannski búin að hlusta á þetta. Það ræðilegt. Samt skarraði ekki að við séum með menn sem að þið ætla að drepa og svo heldur nú að vera að hitta konur sem voru búin að tala alltaf að sofa hjá eða að drepa það ekki. Jó, það var erfara, já. En ég með skemmtilegt þema í dag. Ok. Og þið kannski fattið þema þegar ég er búin að lesa upp nöfnin. Giftast, sofa hjá eða drepa. Páll Óskar, Friðrik Ómar, Kalli Bentsen. Já, þetta svolítið að vera gay for a day. Já. Og við erum með Páll Óskar, Friðrik Ómar og Kalla Bentsen. Þeir þurfa að giftast einum, sofa hjá einum og drepa einn. Ok. Og þetta allt menn sem þið þekkið. Já, sko þetta svolítið erfitt, sko. Þetta erfitt. Já, þetta ekki alltaf erfitt? Jú, þetta náttúrulega alltaf erfitt, sko. Það væri heldur óþægilegt að segja að þetta létt. Já, og segja að ég myndi drepa þennan og sofa hjá þessum. Já, það ekki hægt. Jésús Kristur, segja nú bara. Steindi, hvað þú að vinna með? Sko, ég ætla að förum aðeins yfir þessa mennana. Við erum aðeins að renna hratt yfir á. Það bara svoleiðis. Páll Óskar náttúrulega, hann popprins Íslands. Popkongur. Hann popkongurinn. Hann okkar Michael Jackson. Já. Karl Bentsen, hann búin að skröðlega fortíð, eða ekki? Ég bara þekki ekki. Jú, eitthvað. Já, það geti verið svona viska þar og svona gaman að fá sér kaffi með honum og hlusta á sögur. Já, svona vera giftur honum. Það geti verið ágætt að vera giftur honum, sko. Ok. Friðrik Ómar, hvað sér það hann? Bara í gröfinu eða? Nei, alls ekki. Þetta hrikalegt. Ég ætla að drepa Páll Óskar. Það er ekkert annað. Já, út af því að ég er búin að hugsa þetta mikið. Þú búin að hugsa mikið fyrir að drepa Páll Óskar. Þú fer alltaf fyrst í það, hvernig þú ætlar að senda þér í sveit? Þetta ekki útlökunar aðferðin á þetta? Við erum að ræðu mennina svo allt í hún heyrist bara þér, ég ætla að drepa Páll Óskar. Þetta er ekki leikurinn? Við vorum að spjalla hérna kosti og galla þess að þú veist, gangið að heila með einhverjum þetta? Ég þarf að svara þessar spurningu. Þú þarf að gera það. Og okkur að senda Páll Óskar upp í sveit? Þetta er bara útilokunar aðferðin svolítið. Kalli Bentsen, sko, ótrúlegur maður, mikill aðdáðandi. Ég myndi giftast honum. Ok. Og því að ég elska Kalli Bentsen, út af lífinu. Það er ekkert annað. Og ég geti líka valið hann í sofa hjá, en ég ákvað að velja hann í
frekar giftast og þetta Friðrik Ómar sé erfiður í sambúð. Já, ok. Það sé erfiður. Hvað heldur að sé ykkur stælar í honum? Ég held að sé stælar í honum. Það? Já, þetta svona, hann er erfiður. Hann er líka... Það verður svona að ég kannski að það er United Arsenal og ég segi ég ætla bara að horfa á leikinn. Þá myndi ég fá okkur svona, já, það ekki. En helvítis fótboltaleikurinn. Hann er svolítið líka, hann er líka svolítið að ferðast, sko. Ég held að Kalli myndi segja bara, já, kíkt á leikið með félagunum og skemmtur veðlastinn. Friðrik Ómar líka svolítið á ferðinni, það getur verið svolítið kannski óþægilegt. Og líka það verða? Það má ekki sé svolítið á ferðinni bara og fara svona pínu me-time? Nei, þú vilt kannski hendi kósi kvöld og þá er hann að syngja bara einhverstaðar ykkur kirkjum í Jókvan. Já, líka það er ekkert að frétta. Ég elska líka ekkert meira en góða tribute-tónleika og ég drep Friðrik Ómar, þá er það búið. Og þannig að þú ætlar að sofa í honum og þetta er basically útilokunar aðferðin. Ég ætla að gefa Friðrik Ómarinn. Ok, það er bara þannig. Og orðar þetta alltaf mjög snirtilega. Steindi, hvað fyrir þú í? Sko, ég er svolítið svona að hugsa um Beltsen, þessa visku. Já. Ég held að sé svona, ég held að vera gaman að fá sér kaffi og smellu með Kalle Beltsen og bara svona ræðum gamla góða tíma og bara horfa á eina góða mynd og gilla okkur að bakið. Ég ætla að giftast honum. Og það er að giftast Kalle Beltsen? Ég ætla að giftast Kalle. Þú eru sammála? Já, við erum sammála. Hér deil aldrei? Nei, við erum sammála það. Við erum ekki alveg sammála með restina, því miður. Þannig þú ætla að sofa í að Palla? Veistu það, þetta er svo óþægilegt að því ég þekki Pál Óskar bara mjög vel og það verður ekki þægilegt að hitta hann næst en ég myndi sofa í honum. Hitta hann og ætlar að sofa í honum en að drepa hann? Ætlar að drepa þjóðargersemina Friðrik Ómar? Sko, maður verður alltaf að velja ég bara... Þetta er með skandal sem ég hef. Ég bara þekki hann svo lítið. Býttu, voru þið ekki arch enemies, þú og Friðrik Ómar? Við erum löngu búin að bury the hatchet. Ok. Já, ég er mikill Friðrik Ómar maður, ég kann mjög vel við hann en því miður er einhver sem þarf að fara í sveitina og í þetta skiptir það hann og... Þú ætlar að gefa Pál Óskar það sérst? Já, eða þykja, ég veit ekki alveg, ég er eftir ákveða svona hvernig það er Í höllinni, það var ekkert af því maður var svona vona að Jay-Z myndi koma þarna á sviðið því að það var búið að auglýsa þetta að vera í beinni útsending á Yahoo eða eitthvað Jay-Z kom ekki, en Justin Timberlake tók sinn part en það er komið núna að næsta dagskrárliði hér í FM 95 Blöð og það er dagskrárliði sem þú er ekki tekið lengi Steindi og það er stigagangurinn. Já, það er hárrétt, við tókum eitt stigagang, það er bara svona for all time sake sko. Akkurat og er eitthvað sem þú ert að útskýra fyrir hlustendum? Nei, það er ekkert svoleiðis, það er bara gæi sem á snák og snákurinn slapp í blokkinni og hann að leita á honum. Og fyrir þá sem hafa ekki heyrt stigagangin áður þá finnur þú bara einhvern í einhverjar blokk eða einhverjar götu og finnur nafnið á nágrannans og þykist vera hann. Akkurat, ég heldur sem upp í Krummahólmi með Breiðholti í dag. Tekkum á þessum. Já, Ásgeir. Það er hann. Blessaðu meistari, Ástór hérna minn. Hvað segir þú þá? Ég sé bara ágætt. Ástór hérna í blokkinni? Já, Ástór í blokkinni? Já, Já, blessar. Hvað segir þú þá? Þau svona la-la? Nú? Já, ég ligg heima hérna í brjósklöss eins og öllíkur. Já, herðu, anskotin hafið það maður. Ég fekk þursabett daginn, helviti er þetta slæmt maður. Já. Ég alveg frá í viku. Já, ég er búin að vera núna síðan Vestlumæli helgina, byrjaði á því að liggja inn á spítala. Nei, anskotin hafið þetta. Og ég er ekkert að leiðin í unnun eitt á næstunni held ég. Nei, ok. Þetta er skellur. Eins og ég kýsa að kalla þetta er bara skellur. Já. Herðu. Já. Nú er helvitis leiðindamálið í blokkinni. Nú? Ég var sko, nú er konan fyrir austan með krakkana. Og ég var hérna með 2-3 félagar á vinnunni þeir gistu í nótt sko voru ekki enn að taka bíl og eitthvað svona í nótt þannig að hérna ég var að fara að sýna þeim sko ég ætla að fara að gefa snáknum sýna þeim þegar ég fóður að snákin sem við erum með þetta heima og ég veit að má nú ekki gefa með dýr í blokkinni en ég var nú búinn að tala við hana sem er með hérna hússjóðin hún var alltaf svona að horfa frá þessu svona að horfa til hliðar og horfa frá þessu sem að horfa svona en við varum að fara að gefa þeim svona dvergmús og þá var snákurinn horfin Já, blessað þannig að ég sko hann er ekki í búðinni og ég var að spá hvort að þið hafið eitthvað séð þetta hjá ykkur skrýðandi að nú gangan, ég veit ekki. Nei, ég hef nú ekki séð hann. Þetta er bara svona, hann er ekki það stór, þetta er svona kannski hálfu meter, þetta er svona kóbra kveikindi sko.
Ég bara spáði að láta krökkunum og svoleiðis, leiðilegt. Nákvæmlega. Já. Það sé hann sem stór, hálfum metr. Já, og kannski spyr, einhver heima hjá þér núna, eða? Já, ég er með, yngsta og úlingi minn líka, elsta. Já, endilega að tjekka, aðtöða hvort að þau hefur rekist á hann. Já. Guðrún, já, hún var nú búin að segja mig frá því bótið. Guðrún, þú er ekkert rekist á slöngu í húsinu, svona snák. Nei, ok. Ekki að það? Hún hefur ekki séð hann, sko. Hvað sagði, hvernig segðum þér þetta? Þetta er bara svona kóbra, bara svona þessi kirkjuslangan, sko. Já, hún er ekki með eitur. Jú, hún er nefnilega eitur. Það er það sem er að hræða mig svolítið. En ég er búin að vera að hringja þetta í nágranna. Ég hef ekki séð þetta, sko, mér finnst líklegt hún að bara fara niður í geymslu, hjólageymslu. Það geymi ég alla hamstrana og allt þetta drask, sko. Hún hefur kannski farið beint að leita einhver æti greið, sko. En verður ekki að hringja bara í eitthvað sem leitar með þau, meintir eður eða? Ég veit ekki, bara helvítið rættum að kærðu fyrir þetta, sko. Það er einhver, ég ætla að finna... Það verður ef þetta drefur ykkur. Já, það er endur alveg hárið, þetta er ekki góða punktur. Þú verður bara að hringja í meintir eður eða eitthvað, það er ekki þannig hægt. Nei, ég held ekki. Þú vilt ekki hafa hitt á saminskunni ef þetta drefur ykkur líkin krakka. Nei, ég veit það bara, ég veit það. En er þetta ekki bara mitt okkar? Er þetta ekki bara mitt okkar? Já, það er spurning. Það er spurning, þetta er svolítið alvarlegt. Já, ég meina þú fær ekkert að nefna þetta á húsfundi þannig. Það er nokkuð. Hann er nú ekkert að næstunni. Nei, höfum þetta bara mitt okkar. Ég græja þetta. Gerðu eitthvað í þínum málum. Ég geri það, ég finn þessa froska og finn slönguna og við bara höfum þetta alveg að mitt okkar og gerðu það, áskil minn, eða ekki? Ég heila bara sé þetta ef að ringdi. Gerðu eitthvað í þínum málum. Á ég ekki bara að kíkja á þig? Nei. Röldi yfir. Það er algjör og þarfi. Með jager slettu og það er svona við getum rætt þetta kannski bara aðeins betur og ég leita saman. Ég finnst náttúrulega ekki ólíklegt þetta sé inni á þig, sko. Já, það er ekki fyrir mig. Já. Herðu, ég græði þetta. Þetta er í hjólakynslu, allir pottitt. Það eru dvergkanstrarnir og hún er að sækja æti, allir pottitt. Redda þessu. Takk fyrir það, mestari. Segjum það í bili. Það er flottur dagur í dag. Takk fyrir. Flottur dagur í dag, sagðan. En ég gæti ekki verið meira saman Ásgeiri Steindi. Farð að gera eitthvað í þínum málum. Hér eftir smá stund, Íslands slúður og fleira. Svona verður stemmingin í Háskólabíói föstudagskvöldi 4. september. Uppistand með Josh Blue, sigurvera Last Comic Standing, Porsche on Ice Tour. Tryggðu miða á miði.is. Í 1011 Lágmúla og Austurstræti færðu hotla og góða rétti frá Ginger sem eru eldaðir á staðnum og endast þér allan daginn. 1011, fljótlegt og þægilegt. Apótekarinn býður 20% afslátt af Voltaren geli í dag. Afslátturinn gildir af 100 gramma og 150 gramma pakningum af Voltaren geli. Apótekarinn á lægra verði. Extreme Funland í Laugardalnum. Kíktu við og taktu fjölskyldu og vini með. Við gefum verðlaun að verðmæti nokkra þúsundkalla á hverjum degi eða til 30. ágúst. Hreyfihamlaðir, sykursjúkir, MND-sjúklingar, mænuskattaðir, einhverfir. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lottó, leikurinn okkar. Ostborgari, franskar og gos vekja hjá mér sjaldgæft bros eða pilsa með öllu prins og kók og verðið það er hálfgert djók. Icelandic Tattoo Expo hátíðin fyrir fram helgina 4. til 7. september á Hótel Sögu. 55 erlendir tattoo-artistar koma fram og sína listir sínar. Pin-up keppni, tattoo keppni alla helgina og Elegy LM verður með Burlik Freak Show. Miðasala við innganginn. Icelandic Tattoo Expo. Það er ódýrara og þægilegra að eiga bara sitt fasta sæti í Þjóðleikhúsinu. Þjóðleikhúsið. Við eigum það saman. Frábær tilboð á eldbökuðum bökum á íslensku flatbökunni. Nánar á flatbakan.is. Íslenska flatbakan, Bæjarlind 2. Við byrjum núna. Hvar kaupir maður MacBook skólabækunar? Ættarkringlunni. Rétt.
Og af hverju gerum við það? Framúrskarandi þjónusta Og fín verð. Og frábært úrval aukahluta. Rétt. Hvar er iStore Kringlunni? Í Kringlunni? Við sögum það áðan. iStore Kringlunni. Sérverslun með Apple-vörur. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. Styttist hér í íslenskt slúður, en áður fyrir íslenska slúðri þá ætlum við að ræða hér aðeins Geir Ólafs, það allt vitlaust út á honum. Já. Hann fær ekki að syngja á Sinatra tribute-tónleikunum. Nei, sem náttúrulega bara skellur. Ég meina, þetta er eina sem maðurinn er búin að gera í mörg ár er að syngja Frank Sinatra lög. Já, og stórsveit Reykjavíkur með ásamt fjölda tónlistamanna að halda tónleika á 100 ára afmæli Sinatra í Hörpu 23. september. Og það syngur enginn Frank Sinatra lög eins og Geir Ólafs. Hann er kongur. Hann er bestur í því. Hann er bestur í því. Þannig að ég sé ekki það er enginn að fara að borga sig inn nema Geir Ólafs verður þarna, sko. Já, annars er þetta bara flott. Össur Skarphéðinn spurði líka bara, er þetta samfélag að ganga göflunum? Þetta er bara náttúrulega þar. Og haldi að, það eru víst 2000 manns búin að skrá sig á lista að vilja fá hann á tónleikana. Eðlilega. Veistu hvað Geir Ólafs ætti að gera núna? Hann ætti að halda sína eigin Halda sitt eigin partí? Á sama tíma. Já, pakka þeim saman. Hann ætti að vera sömudagsningu og bara í höllinni. Og bara head to head. Head to head. Hann á ekkert að vera hræddur við það. Og hann getur líka fengið, þú veist, eins og nú eru menn búin að taka upp hanska fyrir hann eins og Össur og Bubbi og fleiri. Bubbi getur verið með honum. Össur getur verið með honum. Alls konar kallar. Þetta er bara ekkert svo vitlaus hugmyndið að stendi. En það ekki bara verið að fara að halda tribute tónleika fyrir Frank Sinatra. Og það voru tribute tónleikar daginn fyrir Meatloaf og það voru ég get nú ekki talið allu upp en það er víst að vera að fara að halda vinsælt. En það sem er skemmtilegast í þessu er að við ætlum ekki að missa lestinni. Nei, við ætlum að halda okkur eigin tribute tónleika. Þetta er greinilega cash cow. Já, þetta er að cash cow og okkur hefur við að missa því. Þannig að við erum allavega að þreifa og okkur langar að bóka dagsendingu, bóka í Hörpunni. Við erum búin að bóka. Já, við erum búin að bóka. Við erum búin að bóka og það er með svo komin auglýsing. Ekki missa þessum tribute tónleikum. Þá loksins komið að því. I love the way you undress now. Í ljósi þess að sænska hljómsveitin Roxette er á sínu 20. starfsamali ætla drengirnir í FM 95 Blö, Auðun, Egill og Steinþór Róar að halda tribute-tónleika í Hörpu núna 7. nóvember næstkomandi. Must have been love, but it's over now. From the moment we touch. Strákarnir ætla að taka öll þeirra bestu lög ásamt því að segja skemmtilega sögur sem þeir tengja við hljómsveitina. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. Og í fyrsta sinn á Íslandi verður lifandi slideshow af Roxette í anddyri húsins. Tryggja sig miða. Þetta er miði.is. Ég er mjög peppað fyrir þessu. Við ætlum ekki að missa þessu cash cow. Nei, okkur eigum við ekki að vera að taka þátt í þessu. Ég segi það. Ef Friðrik Ómar ætlar að syngja Frank Sinatra, þá getum við tekið Roxette. Já. Eina sem var með þetta hana er að það heyrðist í þessum trailerköfum hrikalega lélegur að syngja. Ég held að skipta enga máli. Það skipt, nei. Fólk er bara hell í sig og hafa gaman. Þegar þú fer að tribute-tónleika, þá er hver einasti maður í húsinu blindfullur. Honum er drullu sama. Hann er bara mættur í Hörpun og finnst það gaman, sko. Já, það er það ekki pínu þannig. Og líka við ætlum að vera með slideshow fyrsta. Já, og ég meina, við erum ekki það slæmi, sko. Við getum líka bara fengið, við erum með Sverri Bergmann á kantinum. Við getum farið í söngkenslu og honum í október og rétt svona hita upp gullbarkana. Ekki missa þessi nóvember, þetta lag getur verið tekið þar. Þetta 7. nóvember í Hörpunni. Þetta tökum við saman allir strákarnir. Þetta er æðislegt. Já, en það er komið að íslensku slúðri hér í lokin á FM 95 Blö. Já, það er brakandi fest í dag. Já, hvað ertu með handa okkur? Herru, ég er með helling, ætlar að hafa Roxette undir. Já, ekki? Jó, ég kann minna á tónleikana? Já, minna á tónleikana, ég kann mjög vel við það. Það eru 3 mólar í dagstakar. Ok. Og þeir eru virkilega feskir og enn og aftur í Endurtek þetta er allt kallmenn. Já. Það er eins og íslensk kvenfólk kunni sér betur. Það er bara svoleiðis. Það er þannig. Það er svona, þegar menn fá smjörþefinn af fræðinni, verða þekktir, það fer allt í vaskinn. Já, og sér líka bara, ég meina, hvað, það er ekki eins og Raka Gísla, Salka Sól, Jónugun, það er aldrei neitt. Ekkert vesen. Skandall líka. Nei, ekkert vesen, það er allt í orden. En, fyrsti maður á blaði hjá mér. Já. Það er, flestir ættu nú að kannastu hann, sérstaklega fótboltaáhugamenn, það er Pálmi Rafn, leikmaður úr KR. Já, hann var í Val áður að fór út. Já, ég vilja fá hann aftur í Val. Það kannast flestir við hann. Já. En hann er í tómu rugli núna út í Hollandi og, núna út í Amsterdam.
En það kom í ljós í dag þegar Heimir og Lars þjálfarar íslenska landsliðs í fótbolta voru að tilkynna landsliðshópin fyrir leikinn, Hollandsleikinn sem núna 3. sept. Hann var ekki í liðinu. Nei, hann ekkert búin að vera í hópnum sko núna. Nei, en hann var komin út og var hann greinilega eitthvað boðaður út með þeim og það var eitthvað 50-50 með hann greinilega, en hann var tilbúin í leikinn gegn Hollendingum og var mættur út. Flög hann út bara sjálfur? Já. Það er skrítið. Og þetta hann tók þessu væga sagt illa, drengurinn. Það er bara svoleiðis. Hann er búin að vera hann tók þessu illa. Það er bara þannig. Það var náttúrulega, þetta er skellur að fá þetta allt í einu og hann ekki í hópnum og hann er væga sagt búin að vera í stífri keyrslu síðan í morgun út af þessu. Hvað, í Amsterdam? Síðan í morgun, já. Okkur hann að fljúa einn út, hann að fara með liðinu? Já, hann fór með liðinu, ég veit ekki. Liðið er ekki farið út? Jú, það fór í morgun, sko. Nó, ok. Já, og hann er bara að fengið sér miða bara og farið með þeim. Ég er ánað með þeim, mætti tímanlega. Já, en ekki liðinu, hann fór, hann kerði sig í gang, hann fór beint í Heineken-verksmiðjuna og var að skoða sig þar, náttúrulega grautfúll yfir þessu öllu saman. Hellti sig pissfullan. Og var bara komin á mega rall. Og þetta við erum að tala þetta bara í hádeginu í dag. Þetta er fresh, þetta er nýtt slúður. Og hann var svona að reyna að ná liðsfélagunum í ruglið, hann var svona hangandi upp á hóteli hjá þeim og svona bankandi upp á hjá Eið, þú veist, Eið, kottu með mér í þetta maður, fokkina leik, sagðan. Kottu Rauðakörri, kottu bara Rauðakörri og í kasínóið, sagðan. Nei, Jó, þetta er Pálmi, var að segja þetta. Og menn voru bara svona farin að forðast hann. Og voru svona, svo fer hann á kaffihús og fæði sér space cake. Það er það sem hann er að gera akkurat núna. Hendi sér space cake, var þvílíkt hár af þessu. Þvílíkt hár? Já, hann var hár. Og mjög nójaður. Og hann hringir hérna að teka Skype í KSI strákar. Og tala við sjálfan Geir Þorsteins, það var bara á hann. Já, þetta er Skype símtal. Þetta er inn á fótbolta.net. Hvernig ertu Geir Fokkfeis? Ekkert skrallað hér eða? Og orðið svolítið svona nója, þetta kikið til Amstel. Hvað, þið eitthvað ósættu við kallið? Nei. Er þið ekkert að móti við persónulega Fokkfeis? Nei, þannig okkur? Nei, segir hann. Svona, nei, þið ekkert að móti mér Fokkfeis? Nei, segir hann. Hvað, var hann svona nójaður? Já, svona nója, alltaf, nei, svona farið fram og tilbaka, sko. Þetta var óþægilegt, sko. Svo fór hann á Crazy Bananas bara núna fyrir stuttu og það er einhver staður þarna sem er svona sexjó og það er sem sagt víndrestan og liðsmenn þurft að sækja þanga. Þetta var bara að gerast rétt á hann, bara fyrir svona klukktíma. Það er ekkert annað. Farið valið í Amsterdam. Þannig að hann er á dælun í Amsterdam akkurat. Hann er á dælunni. Hann er ekki sáttur að vera ekki í hóp. Já, hann er ekki sáttur og ég er bara skiljanlega mættur út og hann alltaf bara er á dælun að út í greið. Já, menn taka svo misvel. Já, það taka svo misvel, sko. Herru, það er næsti punktu, það er Ásgeir Kolbeinsson. Engin annar en Kolb-faðirinn. Ekki eitthvað rassamæla dæmi eða? Nei, það er ekki neitt rassamæla dæmi. Hann var að lenda í tómu vesina Ásgeir núna, en hann er dán. Æ, Steindi, hættu þessu. Hættur, please. Ásgeir Kolbeinsson er ekki dáin. Það er bara, það er svo ekki vera, ég er búin að segja þetta með sig, það hættur að segja þetta í útarpinu. Fekk þetta bara á Facebook sent. Nei, þú veist þetta ekki þetta á Facebook. Hann er á vaktinni östur, veit ég, alla helgina. Hann er á vaktinni núna, hann er undirbúið helgina. Þá er þetta bara eitthvað vitlis í mér. Já, ef þetta er eitthvað vitlis í þér, ef það er eitthvað að hlusta sem er ættingjar eða vinnir, það er Ásgeir Kolbeins, hann er sprellifandi. Já. Allt í næm, þá fyrir við bara í þriðja punktin. Það er Simmi Will. Sigmar Viljánsson. Hann er í fyrsta skipti í slúðurinu og er að stimpla sig rækilega inn akkurat núna. En Simmi Will, það veit nú flest ykkur hann er, Sigmar Viljánsson, hann er 70 mínútum og allt þetta. Hann skellti svona pollamóti með stráknum sínum og fjölskyldur núna fyrir stuttu. Og það var stuð í Eyjum. Strákurinn að spila, lið var að grilla og allir að tjalda og það var góður stemmari. Það var stemmi, eins og ég kýrst að kalla það var bullandi stemmi, sko. Gott að heyra. Það var góðu stemmi. Og svo á laugardeginum, þá kom skíta veður. Og foreldra krakkana og sískin og svona fengu að koma og gistin í íþróttahúsinu hjá öllum sem voru að keppa í fótboltanum. Þetta var svona, þú veist, það var lítið kvöldvaka og það var bullandi stemmi þarna. Það verður bara að segjast. Já, við finnum bara að ná því, það var stemming. Já. En þú veist, sem er nú ekki frásögu færið, nema hvað, það vita það ekki allir með Simma, en hann er djöfis sexzombie. Hann er sexzombie. Nei. Jú, svolítið eins og þú ert sexzombie eða ekki? Ég er ekki sexzombie. En þú ert svona gæli við það? Nei. En þú var labbaður allsbers yfir til mín. Ég var að labba í svefni, það er ekki þessi sexzombie. Það er ég ekki vaknað. Það er akkurat það, hann gengur í svefni. Hann er svona smá sexzombie en aðalega gengur hann í svefni. Og það svona, hann talar opinskátt þetta, sko. Og sérstaklega þegar hann er búin að fá sér þess.
þá náttúrulega Hvað, hann var ekkert að fá sér á pollamóti? Nei, ég veit það en býttu nú aðeins en sem hann var einmitt búinn að gera sko af því að sko, Er það ekki verið fólk þessir alveg glas? Já, foreldrarnir sko, hann og pappa Sigga sem vinur sonar hans þeir spila saman í liðinu sko, hann og sonar hans og þeir sko kíktu aðeins út bara þegar allir voru sofnaðir, það nú bara allt í lagi það hefur lögðu þetta sköldu úr í eigi Það er ólíklegt Nei, það er eðlilegt Ég fór á pólamóti og foreldrarnir fóru ofta á barinn svona þegar maður var sofnaður Ég held það En við getum orðað þannig að hann kíkti út og hitti mennina og hann var þarna og fór á Volcano og beinti jagerbombur og það var trúbbi og þeir voru að syngja með trúbbanum og það var stemmi þar líka sko Svo mætir hann upp í Íþurdós og pappan Sigga hellir bjórglas yfir andlita og svona til strák og það var vesen á þeim þeir voru að snáðast Það var svolítið svona flóttamannabúðir, þið skiljið Allir liggjandi hlið í svefnpoka og sko, nema hvað nóttina, þá byrja Simmi að naðrast í svefni Það byrja hann að naðrast í svefni og verða skrítinn Hættu þessu Já, herru, og hann svona skrýður upp úr svefnpokanum og svona gengur yfir Hvað Simmi vil í svefnpoka? Já, hann skrýður upp úr honum og er sko og hérna og sem betur við vöknuðu ekki strákarnir hann vaknaði enginn sko en hann var búinn að klæða þessu úr öllu hann var alveg bara allsber Þetta komið gott og farastjórinn og foreldrarnir þau vöknuðu og það var Simmi að dreyma milli svefns og vöku einhvern veginn og hélt hann væri kannski trúbbin þetta er svona undirmeðutundin trúbbin á Volcano þegar hann fóð með pappa Sigga kvöldi hann var alltaf svona að blanda saman í hausnum á honum í svefni og hann var svona allsber sko og spila og ímyndaða gítar þú veist það sem bara svona tillinn var strengirnir og hann var búinn að spila sig í semma og það var bara hendi hann dýnum og vindsækupömpum fólki vildi ekki koma með hann var að vekja hann Þú veist að Keiluhöllin hann var bara að vera að vekja hann snirtilega Þú veist að Keiluhöllin er sponsorinn á FM 95 blöð Ertu að reyna að missa sponsorinni eða? Hvernig tengist það þessu? Því að Simmi og þeir eru með Keiluhöllina Eru þeir með Keiluhöllina? Já, ég vissi það ekki Nennir að gera neitt greiða núna og segja að þetta hefur verið gert að þér Spila hann sig í hvað? Hann spila hann sig í Þetta er mesta rugg sem ég Já, þeir að sponsa þetta Ég vissi Er þetta ekki allt e-mail sem þú færði það? Þetta gæti verið vitleysa eitthvað í dag Þetta er kannski, þetta er bullið mér bara Þetta er bullið mér, Á þessari vitleysum ætlum við að kveðja ykkur í dag Elsku hlustendur sem er búin að vera með ykkur síðan 4 Við minnum á, uppistandi með Josh Blue sem er í næstu viku Það eru miðarinn á miði.is og ég veit að Yngvi ætlar að gefa hérna nokkra miða í beinni eftir smástund og svo bara vonandi að þið hafið það gott helgina og við minnum á Keiluhöllina það er happy hour þar alla helgina og þeir skullanir í bæ Við heyrum bara Ég held ég hafi fengið þetta að segja Simmi hafi verið að labba allsber að spila á tippi á sér og einhverju pollamóti Þetta var eitthvað sem ég fengið sent En málega, þetta fekk þetta í e-mail náttúrulega Ég þarf að hrósa Simma, við vorum hjá hann síðustu helgi í Keiluhöllinni og við varum með einhverju nýja pítsu þarna og namndaður okkur félagum þetta var rosalega Hann spilaði sér semmar á hann síðutölki Það er verið það getur komið þér bestu menn Takk fyrir okkur, heyrumst næsta föstudag OMG, matseðlinn á grillhúsinu Maginn á mér ýlfrar #himnaríki, #valkvíði, #geggjað Grillhúsið, ómótstæðilegur unaður Dælulykill Atlantsolíu er lykillinn að lægra verði Atlantsolía Búðu til þitt eigið salat Frábært úrval í salatbarnum Hagkaup Taco sem dansar tango við bragðlaukana Serrano, Fresh, Happy, Max Það sem kom mér mest á óvart við námskeiðið var að ég var ekki bara að læra aðferðir og fá þjálfun í að takast á við hindranir í vinnunni heldur var ég að ná miklu meiri árangri heima með börnin Samskipti við mína nánustu urðu miklu betri og ég tek núna forystu í vinahópnum mínum Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie Hringdu í síma 555 7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is
Hámarkaðu hæfni þín. Rikki G á FM 957. Rikki G, alla virka daga í samstarfi við Serrano. Hotlusta sem lætur líkamann dansa og ferskleiki sem lætur bragðlaukana syngja. Serrano, fresh, happy, max. Var fritt far með rútu í bæinn helgar. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð.